bara góðan daginn mamma, hvað segirðu? Góðan daginn, ég segi bara allt fínt. Já, bara fínt. Ég er mjög spennt fyrir gestunum sem við erum að fara að fá á eftir. Já, ég líka. Það er Lilja Katrín Gunnarsdóttir út af skona á Bylgjunni og mamma hennar sem var kennari í Breiðholtsskóla í mörg ár, við munum koma að staði hversu lengi og svo er hún spákona líka, eða ekki? Jú, hún hefur verið að spá fyrir þeim stundum í bítunni. Já, einmitt. Já, veist mjög gaman að því. Já. Já. Þú hefur náttúrulega mjög gaman að spá, eða gerðir. Já, ég er bara áhuga maður, sko. Já. Bara fyrir mínu Ekki professional. Vinnu. Já. Já, ekki fyrir peninga. Nei, einmitt. Akkurat, einmitt. En hvað hefur svona á daga þinn að drifið? Ég hef bara verið að vinna í sjálfur mér eins og maður á að gera. Já. Ég hef verið að fara í sund og labba og gera æfingar heima Já. og svo hef ég passað aðeins Já. mér til ánægju. Vá, gerir svo mikið. Bara þú veist til þess að þau fólki komist í ræktina. Já, einmitt. Þú passaði líka Snúllu daginn þegar ég fór í partí. Já. Því Snúlla getur ekki verið ein heima. Nei, hún kemur í pössun til mín. Þannig að hún var í pössun þannig að við Óli fórum í partí sem var mjög næs og hún var ekki, hún yfirleitt alltaf að skamma okkur þegar hún búin að vera í pössun. Já, gerði það ekki núna? Hún gerði það ekki núna, henni var alveg sama, hún elskar að vera hjá þess. Já, við erum góða vinkonur. Já, einmitt. Og hún bara var að hafa það kósí hjá mér, sko. Nákvæmlega. En þegar við, að því með okkur í þessari hlaðvarps þáttagerð hann Stefán. Og Stefán, þegar þið hittist fyrst daginn, Já. þá bara var eins og bara ekki, ég ætla ekki að segja ást við fyrstu sýn því að ég veit að Hófi ekki mjög ánægð með það og kannski ekki alveg það sem ég meina, en það var svona að þið náðu að bonda strax yfir ykkur og það var þættirnir, Stefán. Já, Department Q. Já, einmitt. Og nú erum við báðar búin að horfa á þá. Já, við erum geggjaðir. Ekki? Jú, vá hvað eru góðir. Ég var bara alveg föst við tækið. Já, lendir þú því sama og ég að fara 2-3 tímum seinna að sofa? Já. Ég var svo hrædd ég hefði sko sofnað yfir einhverju þætti, en svo sagði ég var búin að horfa á þetta allt saman. Ég geti hugsað mig bara að horfa á þetta aftur. Ég hefði mistað einhverju atriði í þáttunum, sko. Ég líka, og ég hugsa að fara að taka, við Hófi vorum að tala um að taka rewatch á dönsku myndunum. Já, einmitt. Og förum sér náttúrulega bara beint aftur í skosku þættir. Já, þetta endaði náttúrulega á svona, þú veist, cliffhanger semi þótt að þetta var list en svona, þú veist, eitthvað. Já. Ok, sorry, ég er búin að spoila ógeðslega mikið, en það er samt að það segja mikið. En það já, mér fannst þetta geggjað. Ég náttúrulega, það er eitthvað svona við svona skoskan hreim, sko. Já. Gerir allt rosalega spennandi og hvað það er skrifað af þú veist, af því Danir eru geggjaðir. Svo líka því þetta er skoskan, það verður meira spennandi einhvern veginn. Já, akkurat. Hvernig fannst Ebba, þú hefur ekki séð dönsku myndinar eða mælir geðað mikið með það. Já. Hvernig fannst þér Akram svona, hvað hefur heitir Assad eða ekki danski? Jú. Í dönsku. Mér fannst þetta mjög svona, ég fílaði karakterinn mjög mikið. Já, ég líka. Mér fannst það betri við eitthvað Ég sammála. Ég er ekki búin að þora að segja þetta. Ok. Ég allavega, það virkaði þannig á mig. Já. Báðir aðalleikararnir Já. og svo líka stelpan. Stelpan er frábær í þáttunum, sko. Já. Og hún er frábær karakter, sko, sem ef þið gera fleiri þá kemur hún meira við sögu, sko. Bara geggjuð, sko. Já, ok. Já, ég er spennt. Við kannski næstu Ég líka. seríu. Ég get ekki beðið. Ég hélt nefnilega að vera komin tvær seríur. Hún var rosa fúl í bílnum að hún hélt að vera 2 seríur komnar og hún bara, nei, það var þetta bara einin, ég verð það bara að horfa á þessu aftur. Já.
Þannig að, Mér finnst það geggja. já, ég Fá kannski svona les efni. bara bækurnar úti eða eitthvað. Þetta fullkomin Já, við erum, strandbækur. Já. ég og mamma erum kannski, og þú hefur ekki heldur farið til tenni. Ekki farið til tenni. Við erum hérna fólk sem hefur aldrei farið til tenni og ég og mamma erum að fara bara, hérna, bráðlega til tenni og þá getum við nú verið að lesa á sundlega bakkanum, en það ekki? Jú, ég bara er inn í herbyggi. Það þarf ekki að vera neinn ákveðin svona lesstaða. Mjög erfitt með að lesa í sól, þannig að Já. Ég líka. Já. Ég get það ekki. Ég þarf alltaf að koma inn í skugga. Notalegt að... Við Hófi keyptum okkur núna er að taka yfir podcast. Ekkert mál, það er bara geggjað. Við keyptum okkur, það heitir Sportsbrella, það er svona risastór regnhlíf, svona vindhlíf einhver, sem maður setur upp og fær maður góðan skugga, vörn frá vindi, og þegar það var gott veður í maí og fyrir hluta mánaðar, þá vorum við alltaf út á Klambratúni, ég bara í skugganum og við að lesa þar. Ég naut þess að vera úti í góða veðrinu og svona vita að það væri sól, en að geta samt lesið eða bara legið annars að fá svo mikinn hausverk. Já, einmitt, þú veist að þið mann alltaf að píra augun. Alltaf að píra augun. Já, nákvæmlega, akkurat. Reynir svo á höfuði. Já. Þannig að, en þegar við verðum úti, mamma, þá er þetta alltaf læg, það má lesa inn í herbyggi, má lesa á bakkanum eða, þú veist, á veitingastað eða hvað sem er. Eða út í sundlaug, bara hvað sem er. En heyrðu, ég held að það séu komnar, þannig að við skulum bara taka smá pásu og svo fáum við gesti til okkar. Komið sælar mæðgus. Hæ. Blessuð. Takk fyrir að koma. Hjá okkur eru Sigurjóna, Björgvinsdóttir og Lilja Katrín Gunnarsdóttir. Æðislegt. Og við könnumst við Lilju Katrínu úr útvarpinu, Bylgjunni, og mamma, þú sagði mér að hún ætti svo ógeðslega skemmtilega mömmu. Já, ég hef bara hlusta á hana, hún hefur komið. Já. Og hún er frábær líka. Erfir þetta til mömmu sinna. Já, einmitt. Pabbi nokkuð full að heyra það? Nei. Ég efast að hann viti hvernig hann er að hlusta á þetta hlaðvarp. Nei, ég hef ekkert að gera í hlaðvarp. Nei, hann er ekki mikið í tölvunni. Nei, ok, einmitt. Ok, þannig að já, mamma sagði við mig að hún Lilja Katrín, hún á svo skemmtilega mömmu. Og ég bara, ég hef nú komið í viðtal til þín áður og við höfum svona áhuga á því að ræða mæðgna samband, þannig að ég ætla bara að byrja og spyrja svona hvernig, þú veist, hvernig er sambandið ykkar almennt? Já, mér finnst það vera gott. Bara mjög gott. Talið oft saman? Við tölum oft saman. Já. Men kannski núna, akkurat þegar við sittum með það, erum við ekki búin að tala almennilega saman í svona 2-3 daga. Nei. Og þá finnur maður alveg fyrir því, sko, að það er alveg svolítið svona, býtur nú við, og ef að þú svarar mér ekki á Messenger, þú veist, innan hálftíma, þá er bara að hugsa að þetta sé eitthvað að. Ég veit að það er hræðileg tilfinning. Þetta er nefnilega búið að snúast við, sko. Já, við. Akkurat. Það er kannski eðli lífsins að þetta snýst við. Já. En þú sagði mér þegar ég var að bóka ykkur, þá sagðir þú að mamma er með svo öflugt félagslíf, miklu öflugra félagslíf en ég. Já. Og þannig að það var eiginlega erfiðar að fá þig. Já, ég er í mjög miklu félagslífi. Ég spila bridds og ég á mikið af vinkonum. Já, einmitt. Og við erum að gera svona ýmislegt skemmtilegt saman. Já, einmitt. Fórum til dæmis daginn saman í leikhúsið og það kom mér mjög óvart að það stykki fékk tilnefningu til einhverja verðlauna. Oh my god! Það var ekki gott, sem sagt. Já, við vorum nokkuð sammála að það væri það ekki. Nei. Í hvað leikhúsi var það? Það var í Borgarleikhúsinu. Ok, áhugavert. Ég veit ekki hvort þið maður að droppa því eða ekki. Nei, við skulum sleppa því, kannski senna. Ég held að sé betra að sleppa því. Já, en það ekki bara. En það er alltaf að vera með svona hálfkveðnar vísu. Já, það er bara mjög flott, akkurat. Já. Já, en þannig að þú ert bara, Lilja, þitt félagslíf er ekki... Það er bara svolítið allt öðruvísi, sko. Já. Það er kannski meira að hitta einhverja foreldrahópa og vera að koma heim fyrir 11, sko, með börnin og eitthvað þannig. Þú þarft líka að vakna fárlega snemma. Ég þarf að vakna frekar snemma, já.
þannig að það, sko, félagslíf á virkum dögum ekki mikið svona. Nei, einmitt. Já, einmitt. Ég finnst ég nú bara mjög félagslega tengt samt, en ég á ekki tróð í mömmu. Nei. Ég vona bara þegar ég hætti að vinna að ég verði svona vel sett eins og hún, sko. Já, nákvæmlega. Og það ekki allir sem eru svona vel settir að geta að eiga svona mikið af vinum og geta leita í svona hinn ýmsu áhugamál, sko. Já, akkurat. Ég held samt þú verður að hætta að pappa Já, löppinni. já, ég skal reyna það. Það er svo mikið. Dum. Já, ég bara, það ekki jarðskjálfti. Nei. Það er svo oft erfitt ef maður á ekki að gera eitthvað, þá eins og maður verði Já, fara af stað. þá fær maður þráhyggju. Já, Akkurat. alveg. Nú langar mér mjög mikið að fara að berja í borðið og fullu. Ég er ekki Með að segja þróa þrjóskur. En það er náttúrulega á langri ævi þá safnar maður í kringum sem mörgum vinum en maður hendur ekki fólki reglu út og það ger ég ekki. Nei, ég átti ekki að henda fólki út. Ég hef nú hent fólki út, sko, en það var lítið. Já, einmitt. En ég nenni ekki að eiga vini sem ég þól ekki, sko. Nei, það, Ég skilur mjög vel. Þeir fara bara. Já, það er mjög góð regla, Já, myndi ég segja. já. Algjörlega. En ykkur aðeins svona saman. Lilja, ég var aðeins að njósna þig. Þú ert fædd 82. Hvar ert þú í systkina röðinni? Ég er yngst. Ég er sko 6 árum yngri en systirinn, við erum 3 systur. Já. Þess að þetta 75, 76 og svo kem ég. Ó, ókei. Þannig að mikið öðrum. Þannig að ég fekk allt að þeirra sög upp í hendunar. Hún blikkaði augunum og fekk hún allt sem hún vildi. Já, Gjörsamlega. einmitt. Og hvernig barn var Lilja? Hún var alveg óskaplega þæg og góð. Ok. Já, hún var það. Já. Og sko við vorum mikið saman náttúrulega bara þær voru svo stórar að þegar hún var 7 ára þá voru önnur þeirra komin í úlingavinnan og hinn fór í sveit. Þá vorum við eitt sumar eða bara 2 einar Já. og við fórum mikið í sundlaugina út að labba og niður í Elliðaárdal að skoða plöntur. Hún hafði mikið áhuga á plöntum og þá þekkti hún allar íslenskar jurtir bara. Vá. En svo veit ég ekki hvernig það er í dag hvort hún þekkir þær. Það er svo. Nei. Ef við getum bara byrjað að fylgja þær allar upp fyrir okkur. Ef við sín með myndir, sko. Já. Já, Það rífast þau. Ég veit það nú ekki, sko. Já, ég meina það er alltaf kostur að eiga mömmu sem er kennari. Já. Eða sko það sem manni fannst vera mikill ókostur að ég var aldrei ein heima. Og ég Já. fekk ekki til dæmis að elda mér mat sjálf þegar ég var 10 ára. Mér fannst það alveg glatað. En svo er ég bara orðin nákvæmlega þessi mamma. Já. Sem að er með nákvæmlega þessar reglur og er alltaf heima. Já, einmitt. Nákvæmlega. En það er rosalega dýrmætt að þegar maður hugsa tilbaka að það hafa alltaf verið einhver svona allavegna sem var að fylgjast með manni, sko. Já, Já. það skiptir miklu máli. Já. Þið eruð úr Breiðholtinu. Já, Já. já, ég er norðan og Skagafirði reyndar, Ok. en hún er alin upp að Ingu í Breiðholtinu, sko. Já. Í hvaða hverfi? Fyrst í Bakkahverfinu, Já. hún var nú bara tæplega eins og þegar við fluttum upp í Fell. Já. Þannig að þegar hún var lítil stúlka og allir voru að flytja, þá grét hún yfir því að hafa aldrei flutt. En ég fannst það voða leiðinlegt að hafa aldrei flutt. Af því hún myndi ekki eftir, sko, þegar hún flutti sem pínulítið barn. Þegar ég var 9 mánaða. Já, hún myndi ekkert eftir því. Ég fekk í pakki einn einasta kassa. Oh my En God. svo held ég sko að þetta hafa aldrei flutt sé bara gott. Já, nákvæmlega. Já, Það er gott að hafa einhver svona fast. það stóð aldrei til að flytja neitt. Nei. Sko. Nei. Aftur, annars sem ég til þess að vera mikið kostaböndi mín. Hafa gengið í sama grunnskólan og búið í sama húsinu. Nákvæmlega. Ég ætla að halda því þannig. Já, 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 sko, æðislegt. við fluttum að því, þú veist, við erum úr, eða ég er úr Fellunum, mamma náttúrulega þú veist, úr Laugarnesinu, Já, en þegar ég er að klára 8. bekk þá flytjum við í Grafarholtið og ég var náttúrulega ekki frá að ég eitthvað skóla í Grafarholtið af því ég vildi klára Fellaskóla. Mér finnst það bara geggjað að hafa verið í sama skóla öll mín ár.
Svo var náttúrulega alltaf lengi í FB en það ekki skilja. Ég var rosalega lengi. Já. En hvernig finnst ykkur að hafa verið allir sem var í Breiðholtinu? Og þú ert ennþá? Ég er ennþá, ég var heim upp í Fellum. Já. Bara á Ég mínu kann- æsku heimilið, sko. Já, Það hafa bara ekkert flutt neitt. geggjað. Kann bara ofurboðslega vel við mig þarna og ég vil helst ekkert flytja þarna í burt og ætla mér það ekkert, Nei, sko. nákvæmlega. En það kemur náttúrulega lengt hérna að því. Já. En ég er ánægð með að þú skyldir klára í Fellaskólan, því að trúðu mér það hefði verið erfitt hjá þér að skipta um skóla eftir 8. bekk. Já, Já, ég hugsa það sko, já. algjörlega. Það er oft sorgarsögur. Já, að það, Já. einmitt. Þú þarft að vera rosalega sterk félagslega til að geta komist inn í einhvern hóp eftir 8. bekk. Sko. Já, einmitt, það er rétt. Já. Það er svona góð pæling. Ég sko, mig langar að vita, þú veist, hvernig var að eiga kennara sem mömmu? Ég veit var ekki að kenna þér. Nei, sem betur fyrir. Það sko var alltaf lagið þangað til ég byrjaði að djamma. Ó, Og þá var ég mjög oft stoppuð á djamminu. Er það ekki dóðurinn að Sigurjóni? Mér varst það ömurlegt. Mamma veit það alveg. Einhvers þar á klósettinu, einhvers þar á hverfisbarnum og þegar maður langaði bara að vera smá skvísa, þá var maður bara svolítið dóttir Sigurjónu. dóttir Sigurjóni, já, einmitt, nákvæmlega. En annars sko, þú veist, alltaf þvílík heppni, ég menna þú veist hjálpa mér með allan lærdóm, þú veist, var alltaf heima þegar var frí, algjör lúxus sko. Já, Barn. einmitt. En ég var oft, þú veist, mér var oft strýtt á því samt sko, að ég væri svo mikið profi og eitthvað og það mamma mér væri Já. kennari, blefnefni. En, þú Einmitt. veist, en þá var mamma bara með ráði sem ég nota mín börn, Og auðvitað. hver eru þau? Já, það er bara látið svo heyrir þetta ekki. Já. Það verður eitthvað svona stríðar og uppnefnaði eða eitthvað, látið bara eins og heyrir það ekki. Akkurat. Og þegar maður sýnir engin viðbröð og lætur eins og maður heyrir ekki eitthvað, þá bara hætta leiðinda pjæsanir að skipta sér að manni. Já, Já, það er ekki gaman lengur. Nei, Nei. þá leitaði bara önnur mið. já, nákvæmlega. En þú veist, rifustu mikið? Við vorum að tala með þetta í bílnum. Mér finnst þið aldrei hafa reyðist. Nei. Ég, kannski allenni stundum vonbreið. Þarna fórstu alveg beint í hjarta maður. Kom Það fyrir. er mikið sársöki. Hún voru þetta ekki mikið lengur, en já. Ég er ekki reið. Bara fyrir vonbröð. Mhm. Það er alveg bosla vond. Það var meira þannig. Sko. Já. Já. En þannig að þið voru bara sættast svona rættu málin. Það var ekki mikið reyfrildi. Já, við þurftum ekki oft að gera. Það var alls ekki oft. Lilja var ekkert mikið eitthvað úti. En mér fannst, Frammi við. jú, auðvitað var hún á tímabili svolítið út þess að gengur að gerast. Hún var sko svona bara eðlilegur úlingur. Já. En það var sjaldan sem það fór eitthvað yfir strikkið. Já, Það var sjaldan. einmitt. En auðvitað kom það fyrir. nákvæmlega. Annars væri maður bara búin að gleyma ef maður segði það, sko. Já. Já. En við vorum að tala um hvernig þetta hefur svona skipst á að þú veist ekki búin að heyra það í Messenger og þannig að þú hafðir áhyggjur af mömmuðinni. Hvenær hafðir þú svona mest áhyggjur af Lilju? Ég hafði yfirleitt ekki miklar áhyggjur af henni. Ég hafði einu svona áhyggjur af henni en hún var ekki komin heim klukkan 9 en það skýrðist fljótlega. Ok. Já. Vil ég segja Það var eitthvað bara- hvað það var? Það var bara eitt Ég- skipti. Eftir það hugsa með mig, já. Það þýðir ekkert að vera að hafa áhyggjur af þessu og hún hlýtur að spjara sig. Já. Og ég bara setti það þannig upp í kassa hjá mér að þetta var ekki áhyggjöfni. Ok. Ég gat ekki þá gert í því, sko. En byrju, skilaði ég mér heim sjálf eða var hringið? Það var hringt í mig og ég sótti Og þetta. hvar var Lilja? Já, ég man eftir þessu líka. Já. Ég skrifa hana eins og pistil um þetta með þessi nýju lífi. Nú. Já, til svo svona skila skömmi. Þetta var ákveðið svona lágpunktur þegar móðum ég sótti með þess að álögustöðina. Já, Æ. einmitt. Þetta var brekka. Já, ok. En ég gerði ekkert alveg að mér, ég var bara drukkin. Já, ok. Gerður ekki af þér, Nei. hún bara vildi ekki svara lögreglunum hvar þú ættir heim og hún var á bekk við liðin á heimilin. Já. Þannig að þeir bara pikkuðu mig upp
og lét mig dúsa í fangaklefa og þau tóka með glerunni, ég sé ekki neitt sko. Það var svolítið erfið nótt. Veitu, varstu á bekk við hliðin á Bara í Völvufellinu? Já. Hún lá á bekk fyrir utan danshöllina og við Nei, þetta var í Völvufellinu þarna leikskólanum og þar. Já, við heima í Raðhúsalengjunum og hliðin á göngustígnum í Yrsufellinum. Já, einmitt. Og hún vildi ekki segja löggunni, þeir sögðu mér það, hún hefði ekki viljað að segja hvað hún ætti heima, svo þeir fóru bara með hann á löggstöðum. Sem að var þá, ef ég man rétt, var í hverju? Nei, það var bara að flytja á, nei, þetta var bara nýra á Hverfisgötu, takk fyrir. Ó, já, þú fannst alltaf hérna þangað. Já, og það var ekki neitt svoleiðis upp í Bræðratungu. Já. Þetta kom aldrei fyrir aftur. Nei, ég skil. Þetta mikil leksía. Já, þetta var mjög auðmýkjandi lífsreynsla. Já, akkurat. Þannig að þú hafðir þetta áhyggjur og svo bara eitthvað, ég held að hún vitir sjálf upp á sig að Já, ég hugsaði bara með mér, ef að þetta er framhaldið, þá get ég ekkert gert í því. Já, einmitt. Og ég gerði ekkert mikið úr þessu, eða var það? Nei, þú kendi mér að blanda drykki, mammi, og ég er það laug. Ég er það laug að ég hefði bara drukkið eitthvað svo mikið, skilur, og ég drakk miklu meira. Já. Þannig að þú kendi mér að blanda drykk. Já, þannig að næst ekki verða svona full. Já. Það er náttúrulega eina ráðið eitthvað svoleiðis, þetta er auðvitað svona vankunnátt að líka. Já. Þetta var bara týnist á ákveðnu æviskeiði og sem betur fyrir finnum að þessi fljóttur. Já, í mín þannig. En þið eigið annars sameiginlegt, því ég og Lilja lærðum báðar háskólanám í Danmörku. Nei, þú í Danmörku, ég í London. Já. Þannig að þú ætlaði að spyrja Sigurjónu. Já, ég frétt að þú værir spákona. Já, ég starfa svolítið við það. Já, þú starfaði við það? Já, svolítið. Ég hef svolítið mikið áhuga á spátum. Já, þeir eru áhugaverðir. Já, þess vegna segir mér að svo gaman að heyra að þið varst að spáfriðum í útvarpinu. Já. Mjög skemmtilegt. Og það er líka náttúrulega afskaplega nytsamlegt að vita stundum ýmislegt fram í tíman. Já, einmitt. Þó maður geta aldrei verið viss, þá veit maður ýmislegt. Í hvað spáru? Ég spái nú aðalega í spil og tölur, indíánískar stjörnuspeki. Ok. Það er svona minn spádómur. Ok. Þú spáði náttúrulega í spil og já, það var bara flykta við það, og svo bara gaman, sko. Þetta er skemmtilegt, sko. Að... Og ég álít að maður gerir mikið gagn með þessu. Já. Og það er svo oft sem að kemur til mín fólk sem að er í miklu vandræðum. Og það segir alltaf að það fari miklu jákvæða rót. Já. Og kemur aftur og aftur. Einmitt. En hefur þú spáð fyrir Lilju? Já. Vinkonu mennars? Hún segir að koma allt fram sem ég segi. Já. Já, ég var gert það, ég meina. Já. Það er mjög merkilegt. Já. Og þú hringdi nú einu svona í með mér þess að því ég var út í leiklistanámi í Danmörku. Og spurði mig af hverju sem að hafi gerst bara daginn áður og engin vissi í rauninni, sko. Já. Ok. En hann dreymir líka alls, sko. Já, einmitt. Draumar eru stórmerkilegir, sko. Já. En það er með mig núna einhvern veginn, ég veit ekki hvernig stendur á því að ég man eiginlega aldrei draumana mína. En ég var að lesa greina þann daginn að það tengir svona ýmsu eftir því sem að vera eldri því erfiðara verður að muna drauma. Ég bara finn mikinn mun. Ég er samt ekki gleymin manneskja, sko. Nei, og þú hreyfið mikið utandyra, það hjálpa manni líka með drauma, sko. Já. En aldurinn er víst mjög stór breyta í þessu öllum. Ég finn mikinn mun með það, sko. En mér finnst ég verða næmari að spá eftir því sem ég verða eldri. Ok. Já, mér finnst það. Þú ert þá kannski að byrja að spá aftur. Hvernig væri þér? Þú varst alveg í kaffibollum og spilum. Ég var bara þetta er bara leikur hjá mér, sko. Það rættist þú yfirslega. Já, ég veit að ég hef þessa hæfileika. Já. En svo bara kom tímabil sem ég bara gat ekki hugsað mér. Og ég þyrfti að fara kannski bara til skemmtunar. Ég gerði það aftur, sko. Þetta er náttúrulega, er þetta ekki svona 70% skemmtun?
þeir sem koma til þín, ég meina. Þeir sem koma til mín, sko, það er eiginlega í tvennum tilgangi. Annars vegar til þess að reyna að finna út hvort ég geti nokkuð spáð. Já, Og Það er ekki tekið. þeim fer fækkandi. já, Flestir sem koma hafa komið til mín áður eða einhver sem þið þekkja og koma bara einfallega til að fá svona alls konar ráð og eru bara í miklu vandræðum. já. Og svo er einn og einn sem kemur bara til gamans. Já, En getur þú Já. spáð fyrir hverju sem er? Já, nánast. Já. Nánast get ég það. Það er eiginlega oft best að spá fyrir þeim sem trúa engu og koma alveg hérna. en það er gaman að koma þeim á óvart. Já, það er rosalega gaman að koma þeim á óvart og ég man alltaf eftir konur sem kom fyrir, það er ábyggil orðin 30 ár síðan. Hún kom og hafði með sér risastórt segulbandstæki og ég hef aldrei skaffað neitt til að taka upp á. Það Nei, voru já. ekki símarnir, sko. Einmitt, já. Og hún spyr hvort hún megi taka upp og já, ég segi það er allt til að þú má taka upp eða þú ert með allt til þess. Ég kann ekkert á svona tæki, segi ég bara. Og hún stillir þessum öll upp og svo byrja ég að spá og hún er bara, hún brosti ekki af allan deplaði augunum og allan tíman þá satt hún svona og ég bara kláraði og það mér þetta ekki tuga að ég orðið eirið á hana, það var tilgangslöst. Svo segi ég venni, já, nú er bara, ég er bara búin, ég get bara ekki sagt henni eitt meira. Nei, sem hún þar allt til að ég spólaði nú fyrir mig upp á byrjun og strókaði út það sem hún sagði fyrst. Það man það enginn, að veit það enginn nema ég. Ok. Og þá vissi ég að það allt hitt var örugglega rétt og mér létti mikið því að það er svo vont að spá fyrir svona fólk. Já, Já, þú meina. Og svo strókaði ég þetta út fyrir hana og ég hlustaði ekki á það og ég hef ekki hugmynd um hvað það var enda mér alveg saman. Já. Já, þú bara sleppir því það. Já, og já, spáð, já. Já, Þegar að það er búið þá er það bara búið. akkurat. Og svo bara fór þessi kona og hún hefur ekki komið aftur. Já, En ég vissum að hafa komið margir að hennar forsögn. já. Hún var alveg Já. bara, sko, hún var svo hissa þegar hún fór. Sko. Já, einmitt. En hérna, já, Lilja, þú lærðir er ekki leiklist í Danmörku, ég lærði leiklist í Englandi, þannig að þið báðar upplifa það að vera svona mæður með börnin ykkar út í Já, heimi. Já, Sko ég fer úr 2012, þannig þá var Skype til, ekki það að mamma hafi kunnað sérstaklega á nei, Skype. ég kunni ekki það. Systir mín, hana gæti rætta því, en hvernig var það, þú veist, hjá ykkur? Hvenær fórstu? Hún Þú ert náttúrulega ekki mikið eldri en ég, sko, Ég fór 2005. já. já, Facebook var komin. Við vorum á Facebook. Já, það var svona setni part námsins. Það var kannski bara setni bara. En þá var það bara svo skrifa á veggin og eitthvað, við gáttum Já. ekki, það var ekki messenger. Nei, það var engin message. Nei. Það var bara, við bara skrifuðumst á. Og það alltaf kosti ógeðslega mikið að ringja. Já. Já. Það var svona bara, það var reglulegt samband en ekkert eitthvað, ekki daglega. Nei, nei, einmitt, það var það ekki. Það var allt og dýrt til Já. þess. Sko. já, einmitt. Svo fórum við nú einu svona heimsækja þig. Jú, Þarna Ó, úti, sko. ok. Það voru svona, varstu svona hálfniði náminu, minni mig. já, svona cirka, einmitt. Já, já. Það er fínt að svona fá að standa í fótum. Ég hafði svo sem farið áður, sko, 2002 í smá svona reisu. Já, svona interraili reis. Já, þessum að svona, ég ætlaði bara að vera mánuð á Spáni og svo ílengdist eitthvað, fór eitthvað að ferast með Evrópu Já, og fór til Bandaríkjanna. Já, Þannig að við höfum svo sem prófað þetta áður. já, þannig að þið voru með eitthvað reynslu í þessu. Já, Já, einmitt, Þá voru engin svona samskiptin en Nei. bara í gegnum síma, sko. já, og þá lenti ég í því að þá brotist inn og öllu rænt Já. og alls konar vesenir. Já, Þú varst alltaf voru róleg þó ég hringdi þig hágrátandi. já. Það er vegna þess að maður getur ekki gert neitt. já. Og þá er ekki gott að fara eitthvað á taugum, sko. En ég er samt ekki líka eitthvað, mér finnst alltaf þegar ég heimurinn er að hrynja bara, finnst Já. mér, sko, ég hringi mömmu og mamma er bara sallaróleg. Já, já. Það er opuslega þægilegt, finnst Það mér. verður að vera, sko. Það maður veit náttúrulega líka að börnin sín fari út og prófi og sjá heiminn, sko. Já. Mér langar alls ekki að börnin mín bara búi alltaf á Íslandi og fara aldrei neitt. Nei, einmitt, nákvæmlega. Þannig er það þá ekki hluti að því að maður þarf að vera svona með Jú. hausinn rétt skrúana og bara með svolítið jafna að geða ef eitthvað kemur upp á. Ég segi alltaf bara að börnin þurfa að búa sér til sína vangi Einmitt. og fljúga sjálf, sko. Já. Mhm. Það er málið, sko. En við lærum alltaf eitthvað af ykkur. Já, það hlýtur að vera. Mikið. Það hlýtur að vera mikið, sko. Já,
eitthvað svona sérstastur á mannsar eftir þegar þú fórst svona ein út í heim sem að hugsaðir hvernig myndi mamma gera þetta eða Vá, góð spurning. Nei, veistu, ég held að það kom ekki allan hjá mér fyrir en bara var móðir sjálf, sko. ok. Ég held að þá týnir maður til svona ómeðvitað kannski alls konar hluti, sko. Veit ekki beint með þegar maður svona ungur og eitthvað bara að flippa á leika sér, sko. Þá maður bara að flippa á leika sér. Já, nákvæmlega. Þá náttúrulega ertu ódauðleg og sér hann. Já, þú veist, það skiptir einhver máli hvað þetta námsláð hátt. Ég þarf hvað sem að borga alla ævi. Nákvæmlega. Það er svona ýmsa legar sem maður segir sjálf sér. Ég tengi svo mikið. Hvað er annar 50 skatt? Skiptir einhver máli. Nákvæmlega. Svona vextir. Couldn't round of the bar hérna. Þannig já, ég held að það sé meira svona þegar maður er orðinn ráðsettari. Þá fyrir maður að týna til ýmislegt, sko. Ok, en er eitthvað sem þú hefur lært af Lilju? Mér finnst hún ótrúlega æðrulaus og þolinmóð oft. Ok. Já. Mér finnst það og það finnst mér einmitt sko vera eitthvað sem að ég get alveg fundið í sjálfum mér en ég er ekki viss að ég hef verið svona æðrulaus eins og hún var á þessum aldri sko alltaf þegar þetta gerist. Gagvart hverju þá? Bara öllu. Já, ok. Mér finnst það hún leit líka alveg svakalega dugleg. Ég var ekkert svona dugleg. Þú varst með alveg 3 börn og í vinnu og örugglega að gera fullt annað. Já, mér líkar vel að vinna í skorpum en ég er svona manneski sem lá stundum í leti á milli. Já, það er líka Fannst þér það ekki? Nei, alls ekki. Það var bara komið sumafrí og það var bara að byrja að þrífa úr skápunum og þrífa klukkana og geta gardinu og En svo tók ég smá fram, sko. Já. Þú tekið þetta frí þegar við sáum ekki til. Já, það getur verið. Eins og ég reyndi að gera líka, sko. Já. Þú veist, leggst þetta bara í algjört leti. Já. En þá er enginn heima. Já. Þetta er eitthvað svona gamalt, það má ekki sjá það, skilur. Nei. Já. Það má sé eitthvað latur. Já. Já, það er eins og Það er bara ekki í dag, maður má ekki vera kjur. Nei. Það er bara þannig. En hérna, þið vorst að tala þú bara þegar þú varst móður og svona að þú hefði verið að spá í svona hvernig mamma gerði þetta og svona, er það eitthvað sérstakt Já, rosalega margt. Já. Rosalega margt sem maður er alveg upp við sem að maður, þú veist, allavega ég kann vel að með það. Þú veist, bara svona litli hlutir eins og að, þú veist, lesa fyrir börnin áður en þau fara að sofa, sem er bara mjög mikilvægt. Ég hvet allir til þess að gera, að skipta sköpum. Og þú veist, svo er svona bara stór, svona kannski stærri gildi sem er mikilvæg og eins og til dæmis að drekka ekki áfengi á jólunum, þú veist, sem að ég er alveg upp við, þráttur að hafi engin glýntun eins konar vandamál að mér vitandi. Eða það hefði verið eitthvað þannig, sko, þá var það bara regla. Það er líka hjá okkur. Það er bara mjög mörgum heimilum. Ég held að sé mjög víða. Já, á Íslandi. Já, á Íslandi, já. Það er bara ekki þannig, allavega það sem ég bjó í Bretlandi, það fór allir pissfullur öll jólin bara ég lagst til að fara heim í jólin og vera full og ég bara, hvað er fyrir að það? Það er ekki hér. Kannski annan í jólum en ekki aðfangadag og jóladag, það glemdi ég. Nákvæmlega. Aðfangadag er svona heilagur fyrir manni. Já, við vorum aldrei með áfengi, ekki einu svona jólatag eða annan í jólum. Nei. Vall á gamla, sko. Vall á gamla, það var svona kampaðinn til að skáli. Já. Það er ekkert meira. Já, svo, þú veist, náttúrulega lærði maður alveg að nýta mat og svona og borða afganga og súru mjólk og hún væri orðin svolítið súr, bara setja smyrpúður sigur og svona og geyma allt og ekki henda mat og allt svoleiðis kann ég rosa vel að meta og svo valdi ég með lífsförunaut sem var ekki alveg svona upp sem að gat ekki hugsað sér að borða afganga þegar við byrjum saman, sko. Þannig að það var mjög áhugavert og ég held að þetta væri bara venjan heima hjá öllum og þetta, ég get verið óþolandi og það er gert grín að mér heima hjá mér svolítið út af þessu þegar ég byrja að gramsa hérna á síðasta séns að kaupa eitthvað hakk á afslætti og eitthvað svona og geyma, eða í box eitthvað nokkra gúrskubita og eitthvað svona en ég er náttúrulega ekki eins dugleg í þessu og mamma, sko. Þegar ég opna ískapin hennar, það er bara það var eins og að opna síðasta séns kælin inn í krónum það er rosalegt, sko og alls konar svona sósur og drast með svona smá eftir og það er bara allt geitt
Já, einmitt. Og það bara enn þann dag í dag. Já, ég gerði það oft. Já. Ég finnst bara að það eru bara margir þúsund kallar þar. Já, Það eru skil. nefnilega margir Já. þúsund kallar. Já, ég finnst ekki það því að nota mat sem er á síðast svolítið. Nú Og kannski komin 2 daga fram yfir. Já, það er allt í góðu. Maður þarf bara að finna lyktina. Já, það er bara Já. lyktin, sko. Ég hringi mitt í mömmu út af svona málum. Já. Það rennur út í dag. Er þetta, þú veist, hún eitthvað, jú, ok, ef mamma segir þetta sé allt í lagi, ok, ef að Óli maðurinn minn segir þetta sé allt í lagi, ef það rann út í gæri eða eitthvað, þá er ég bara, þú veist ekki hvað þú tala um, ég ætlar ekki mömmu. En maður verður að hafa sterka maga fyrir sig. Ég myndi ekki þola það. Ég er svo viðkvæm mann. Já. En sumi geta þetta. Nokkur maður. Mér finnst það bara æðislegt. Það er engin orðið veikur hjá mér af mat sem er komin 1 eða 2 daga fram yfir. En mér fannst það samt skelluraugt því að þegar voru fullorðin sko og las einhverja grein myglu í brauði og mátt alls ekki borða brauð sem byrja að mygla. Þá fekk ég smá svo guð minn góður, foreldrar mín eru búin að eitra fyrir mér í öll þessi ár. Það var bara skorið af. En hvað Ég gerði þetta líka sko. Ég man það, ég gat eiginlega ekki lesið lengra á þetta. Nei. En það er svona vissi hlutir eins og úldin ber, þú borðar þau ekki. Nei. Það getur verið hættulegt. Já. Kjöt sem er, þú veist, komið fram yfir síðasta svölda, það er hættulegt. Já. Við erum ekki fávitar sko. Nei. Við erum ekkert að tala um skemmdan mat í þessu. Nei. ágæti, sko. Nei. Mjólkurvörur eru svona En kannski, það er bara ef að Hendi mjólkin var er aðeins síðan öðruvísi. svolítið, Já. sko. Já, Þá sem maður gera hún útrunnin, nei. en hún geymist í 3-4 daga fram yfir, sko. Og mér finnst Já. bara fáránlegt að búðir sé að selja svona mat á 20-30% afslætti. Það var bara að gefa þetta. já, í saman. Ég er alveg á því. Já, já. Líka bara þannig að þess að auka vitund fólk sem þetta sé alltaf lægi. Já. Nákvæmlega. Það er bara eins og mjólkurvörur eins og rjómi alltaf geymist sko í mánuði eða eitthvað. Já. Og mjólk, ég menna, ef hún er fann að bólna, þú veist, þá er Já. líklega stónið. Já. En þá er þetta bakgrunni pönnukökun eins og ekkert, sko. Nákvæmlega. Já, eins og þetta er nú svolítið Það var lærið. áhugavert. Já. Já. Hvernig, mamma er náttúrulega mikið að hugsa um þetta með magan, en þú ert ekki svona með mjólkurvörur. Nei, ég veit að það er öðru. En ég, sko, þetta er bara ég. Já. Þú veist. Hérna, ég skil þetta alveg, sko. Og ég hrætti við þetta sjálfur mér. Já. Ég skilði alveg þá að vilja ekki kaupa eitthvað sérst séns. En þú Nei. veist, það er svo margir ángar af svona nýtni Já. pælingum. Ég er með aðganga og Já. allt svoleiðis og Jú, bara, rosalega af því að það er hjá mörgum bara liðin tíð, sko. Algjörlega. Og reyna að kaupa ekki á mikið þannig að ég sitt uppi með, þið veitir, Og það er að Já, henda. við mannstum við fórum fyrst þegar Costco kom. já, Við hefum bara farið, það byggum við saman, sko, við fórum í Costco, keistum svo mikið, maður, já, lifandi, Já. þú veist, við gætum komst ekki yfir nei, neitt við af þessu. gáum þetta bara. Já. Já. Ég Það fór er með líka fínt. vinnuna og svona, þú veist, ég var bara með eitthvað ostahjól sem við vorum aldrei að komast í gegnum 2. En við erum bara svona, hvað sem var, gourmet, svona, Já, heilum og svona, ég má ekki fara í búð, þess að það er mjög gott að maður getur panta heim, já. því að Já. þá kemur bara það sem ég vantar. Mhm. En ef ég sé eitthvað, já, ég vil smaka þetta, Ó. þetta er nú aðeinslega. Ok. Mér finnst ég hættulega þannig. Já, auðvitað er maður Já. það. En ég held sko líka að svona hliðarverkuna því að það er allt geimt og gert grína mér og svona. Og þá, þegar að svona herðir aðeins að sko, þegar að kannski er, þegar að veski er svolítið létt og ekki mikið til, þá getur maður gert ótrúlustu hluti. Ef maður bara er vanur því að hugsa svolítið svona Já. í lausnum sko. Já. Og svo langar mér líka að segja, þú veist, það er svo mikill lærdómur, náttúrulega. Þú veist, að láta börn hafa svolítið fyrir, ég held að börnin mín séu algjöru súkkulaði snúðar sko, en þau þurfa samt að, þú veist, safna sér fyrir hlutum, maður reyna að halda í eitthvað svona smá að Já. hérna. Já, Þú veist, ég er ekki að segja að þetta hafi verið einhver harstjóri hérna, nei. ég gat alveg líka verið súkkulaði snúður, Já. en það var kannski bara ekkert mikið til þess að gera manna að rosa miklu súkkulaði sko. Nei. Það er svona, Ekki framan af, sko. nei. Nei, var það nú ekki. Kennaralaunin hafa nú aldrei verið há. Nei, nákvæmlega. En hérna, hvernig er búið að vera fyrir þig að fylgjast með Lilju
sem mömmu? Mér finnst það bara alveg stórkostlegt, hún er afskaplega góð og náttúrulega mamma, Já. hún er það. Og hún lætur börnin sín líka hlýða sér. Þau eru vel upp alin, sko. Já, það mjög mikilvægt. Mér finnst það mjög mikilvægt, Já. því það nú aðal vandamáli hjá æsku landsins að þau hafa aldrei lært að hlýða. Þú veit bara ekkert hvað það er. Þau eru alltaf keypt til að gera hlutina. Ef að þú gerir þetta, þá skal ég. Og það er alveg kolvitlaus stefna, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, mamma, þú ert nú mikið að landa í þessu að hitta börn í strætó. Já. Þið veist það ekki mjög vel upp að. Sko, þú hittir, þetta er eiginlega annarkvort hittir bara alveg rosalega vel upp aldrei krakka, eða bara sem hafa ekki fengið neina tilsögn. Nei, þú vita ekki hvernig það eiga að vera. Nei. Og svo, þau eru bara fegin, allavega í mínu tilfelli þegar ég hef sagt eitthvað við þau. Þú gerir það mjög oft, að þá bara þakkaðu fyrir, já, ég vissi þetta ekki, þú veist. Já. Bara eitthvað svona almenn kurteisi og mannasiðir. Já, bara að segja það fallegan hátt, sko. Já. Þú veist að maður myndi ekki gera svona eða eitthvað, ég þekki það ekkert, sko. En þetta er mjög algengt. Já, einmitt. En nú voru nokkur ár, sko, síðan þú hættir að kenna. Já. Þú byrjaði náttúrulega að kenna, sko, ég var síðustu bara öld. 21 árs þegar ég byrjaði að kenna, það var nú bara 1973. Já. Sko, munurinn á 1973 og svo 2022, nei, 2020. 22. Já, hættir það. Þá hætti ég alveg. Já. Varstu allan tíman í Breiðholtsskóla? Já, ég var allan tíman í Breiðholtsskóla, okay. Ég var upp í Árbæðarskóla í 3 mánuði. Já. Ég kunni bara svo afskaplega vel við mig í Breiðholtsskóla. Já. Og Breiðholtsskóli var alveg sómaskóli og mjög fjölmenni. En voru það öll börnin 1973 bara æðislega? Nei. En munurinn á því þá og nú held ég sé fyrst og næst það að í fyrsta lagi er það nú kennaranámið þannig að ég held að kennaranemar læri ekki agastjórnun. Og þeir læra ekki, þeir hafa ekki nót sjálfströst til að segja fólki bara eins og er. Ok, já. Ég held að það sé nú stór partur og hvers eru þetta mörg börn sem að koma frá öðrum menningarheimum og hafa bara önnur gildi, heldur en við. En flestir krakkar í dag eru bara fínir krakkar. Mjög samanlega því. Og ég geri það nú oft, ég finn út að labba daglega og það er oft sem ég hitt einhverja svona úlingahópa og ég býð þeim yfirleitt alltaf góðan daginn. Og þá er einhver sem gefur svo að tala við mig og ég fer svona að spjalla við þau smá stund og það er alltaf sama spurningi sem ég fæ. Af hverju ertu að tala við okkur? Og þá segi ég er svo gaman að tala við úlinga. Og þá lítaðu hvort annað og svo bara þakkaðu fyrir að fara. Já, einmitt. Þau eru ekki vön þessu. Þau eru ekki vön þessu, sko. Nei, nákvæmlega. Mér finnst það einmitt svo gaman því ég man ekki eftir því þegar ég var nemandi sjálf að mér finnst krakkar þetta alltaf segja takk fyrir tíma. Já. Mér finnst það æðislegt. Ég gerði það, þú veist, við gerðum það bara ekki. Jú, ég var mjög oft fyrir því, sko, þau segja takk fyrir tíman og takk fyrir í dag og eitthvað svona. Já, einmitt. Mér fannst kennsla oftast með bara þakklátt starf. Já. Ég vissi það bara eiginlega líka. Já, ert þú kennari? Ég er ekki menntuð. Nei. Ég er að fara í masterinn í haust. Já, þú lærir voða lítið að kenna þar. Já, ég lærir maður ekki svolítið mikið á gólfinu bara. Ég veit ekki hvað það er, en útskrifaði kennara með master. Já. Þeir eru afskaplega illa undirbúnir að kenna í grunnskóla. Og þetta má alveg fara út í kosmóið fyrir mér. Ég bara... Algjörlega. Það þarf ekki að fara að taka þetta í gegn. Já, ég held að þetta sé rétt það líka með agastjórnuna. Ég minna maður það er ekki einhver háskólaprófessor kannski að fara að hjálpa mann endilega með það. Nei, en við í gamla kennarskólan, við lærðum nefnilega að kenna. Já. Og við lærðum agastjórnun. Einmitt. Sem að skipti nú bara öllu máli. Þannig ég ætti kannski bara að sleppa þessu háskólanámi. Já. Að ég sleppa þessu háskólanámi. Hæ? Að ég sleppa þessu háskólanámi. Nei, farði þetta háskólanámi. Hækkar þetta ekki launin? Þetta hækkar launin. Þú getur líka bara að farði í háskólanámi í einhverju öðru. Já, það er rétt. Já. En mér langar að spyrja ykkur, eru þið með einhver svona ráð til svona mæðgana? Mæðgur? Já, bara þú veist, til aðra, bara hvað, þú veist. Til annara mæðgana? Já.
Já, ég myndi segja að maður ætti bara að reyna að vera heiðarlegur við sitt barn. Já. Og tala bara eins og ég segi stund, tala bara íslensku. Já. Já. Hvernig á maður að halda svona góðu sambandi? Já, til að halda góðu sambandi, þá var maður að segja bæði vont og gott. Já. Og ekki gleyma hrósa. Ok, einmitt. Já, bara tala reglulega sannleika, sko. Já, ekki já. bara þegar eitthvað stendur til eða Já, bara vera bara í samband. vera í sambandi, já. Já. Spjalla bara skiptir allt og ekkert, sko. Já, Er ekki ágætt þegar börnin byrja að hringja þig og eru ekki að biðja um eitthvað? jú, það er mjög fínt. Það er svakalega skemmtilegt alveg. Ég hlakka svolítið til, sko, upplifa það einhvern tímann. Þú Já. upplifir það. Já. Nákvæmlega. Já. Það finnst, já, mann finnst mann náttúrulega oft, sko, í gegnum tíðina að hafa hringt til þess að biðja um eitthvað. Já. Hæ, það er allt í hérna, ertu að gera eitthvað um helgina? Já. Rosa mikið þannig, sko. Mhm. Þannig að það er líka gaman að hringja bara til þess að spjalla. Já, það er það. Já, það er líka bara svo gaman þegar maður er komin á, þú veist, þann aldur og að tala við mömmu sína að maður er bara að tala ekki neitt og bara, þú veist, segja frá einhverju svona, þú veist, einhverju sjósætt sem maður voru að horfa á eða eitthvað. Og svona jafningi að grunni. Einmitt, nákvæmlega. Já. Það er svo veistvægt. Mættu kannski vera duglegri, ég er nú búið að ringt hérna í leikhús. Já. Kannski vera duglegri eitthvað svoleiðis. Það er svona út af meðal fólks. Það er voða gaman. Tvær. Kannski farið þið á eitthvað verk sem að ég finnst hræðilegt sem er tilnæmdið til grímuverðuna. Nei, það held ég ekki. Ekki. Ég vel ofa, ég vel svo vel ofan í mömmu. Hvað var það eftir síðast? Hérna, Delirium búbónið. Já. Vissi nákvæmlega hvað ég var að gera. Já, Það er æðislegt Já, já, akkurát. tónlistin og allt. Ég er ekki að bjóða henni á einhvern gjörning, sko, á litla sviðinu. Nei. Þetta sem ég er að tala um, þetta var ekki gjörningur, þetta var leikrit. Já. Það var að gera gæsalag. Já. Heyrðu, þið erum búin að vera æði, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Já, Já, takk bara fyrir okkur, æðislegt. þetta var skemmtilegt.